504. 505. Herra Bjarnason. Helena sagði þurftir að tala henni. Ha, ungfrú Kormáksdóttir, ég átti ekki von á þér. Ég var bara að gera lyftingarnar mínar. Þriðjudagar eru handleggir og bak. Þú þurftir að tala henni. Var það? Þessi djúpi bruni. Það brennur. Það nær alla leið hérna frá efri Dormus niður í neðri Dúbulus. Ég gerði svo margar að ég get alltaf lyft höndunum. Ég veit þú, heyrði mig telja en ég gerði fleiri en 500 lyftingar. Ég veit að þetta er leiðilegt en þetta er bara hluti af mínu lífi. Tókaðu við, ég ætla að bregða mér í skyrtuna. En passaðu á byssunum, þær eru hlaðnar. Þú ert glataður. Þetta er bara ömurlegasta viðreynsla sem ég nokkuð tíma lent í. Pítu. Viðreynsla? Ungfrú Kormáksdóttir, ég hef mjög lítinn tíma til að fara í ræktina og þess vegna reyni ég að móta byssurnar hérna á skrifstofunni. Hætt að kalla handleggina það byssur. Sko, planið mitt var að bjóða þér að skoða saman bæinn, bara allt á faglegum nótum. Því ég veit hversu erfitt það getur verið að vera einn og einmana í ókunnugum bæ. Í alvöru. Ertu að meina þetta? Já, ég var að meina þetta. En nú er ég bara sármóðgaður og sjokkaður og ég er bara sár. Ok, gerum þetta. Ha, í alvöru? Já. Ég þarf að tekja bæinn sem blaðamaður til þess að vita hvað ég á að fjalla um. En þetta er ekki date. Nei, að sjálfsögðu, bara alveg professional. Frábært. Frábært, og ég pikkaði upp eða? Hvað? Herra Bjarnason, þú ert með dundrandi standpínu. Ha, já, það er rétt. Eða sko, nei, þetta er sjónhverfing, sko. Þetta er munstrið í buxunum, sko. Ég hef aldrei verið ánægður með þær. Ég ætla alltaf að skila þeim með það í buxnabúðina. Já. Ha, herðu, það er best að ég bara reyna að ganga þér aðeins til. Ég bið að heilsa þér.